Hann á blaðsíðu 271 í bókinni góðu og þeim sem hana með. Og hann undan Gusti frá Grund sem að margir muna eftir mikla afkastahesti og hinni þekktu Hnissu Óttu frá Hvítárholti. Og 9 fyrir Vilja og Geðsla og hér ríður hún honum beislislaust. Það ekki afalegt þetta samspil og Geðslagið greinilega gott. Hún sækir beislabúnaðinn sinn og tækir með sér, maður veit aldrei. Þetta skemmtilega þetta. Í bók. Það kemur nú. Skuggi á undan. Það kemur Danni á. Klappa! Hvernig þetta? Já, það ekki svona á þetta. Vel þetta, Daniel! Meistararöldin var og inn út og Staka frá Litlu Sandvík með 8 og 10 í einhvern. Það tveimur fyrstu velina foreldra. Og það gaman að skoða ættartrén í bókinni og bakliðan Eid frá Hallakoti, Röggja Adam á Meðalfelli og svona heldur listin áfram. Og svo það auðvitað Oddur, afi hans, hinum megin frá og Kolbrún frá Grjóteyri og þar að baka kemur svo Kjarval og Leira frá Þingdal, þannig að þetta ekki neinn smá ætt á þessum hesti. Ég þarf að biðja ykkur einnig að eins og það örugglega búið að greiða honum vel fyrir þessa sýningu að hann lítur að slaga átt í víu núna í vor. Brúður afbrigður. Ljómandi góðir hestar báðir tveir og ætlaði þið að fara í gegn húsið, sína okkur eitthvað meira. Endilega látum að heyri ykkur ef þið hafið gaman að þessu sjáðu. Það var eins gott að það var búið að opna alveg hurðuna fyrir sig. Hér kemur Fljótur á undan og fallegur köttur í læsilega hóðstöðuna. Já, hér Eiður. Bregst ekki. Stótturinn náttúrulega frá Hólum í vor. Ekki mann ég alveg hvað hún heitir en Hrissa. Einar Fáfreysson í Hólum. En Adamsdætur tvær hér glæsilegar fulltrúar höfðu sín. Kemur Guðmundur og Logadís. Og þá það Einar og Birta. Við fáum þá nú aðra ferð í gegn.
Bessastöðum, hann hefur fengið fyrir byggingu 8.09 en haldið ykkur nú 8.59 fyrir hæfileika. 8.59 þar að 3.9 stökk 9 Vilji og Gell var með 8.19. Hestur hér margættaður og ræktaður af Óðni Magnúsi Trausta. Þetta efnilegur klárhestur og hann segir að þetta einstaklega geðgóður og meðfærlegur hestur og hann verður til afnót. Og ekki veit ég hvort að eigandinn eitthvað tengdur Sænsfélaginu en það eru allar upplýsingar hjá Stefni Guðmundsssyni en mann Bjarkar frá Bessastöðum. Þarna Það er að fara vel. Þessi mikilvæg hestur. Já, hvar áfram, þetta er bara gaman. Já, þessi hestur hefur lotið kynbótadóm og meðal annars 8.5 fyrir tögg, Vilji og Gell og stökk og svo er hann búinn að stimpla sér rækilega inn á keppnisvellinu bæði hjá þessum knappa og öðrum í fjölskyldunni og allar upplýsingar Þessi stóri nafnar sem hér eru búin að halda. Það er ekkert einhver tíma, hún er löngu orðið það. Já, hún er orðið það, það er orðið þegar. Já, sjáum við þig! Ég bara reikna með hann komið aftur. Sibba á hundum, hann er þarna og Þórunn fyrir á honum. Hann er með fyrir byggingu 8.50, hvorki meira ég minna og fyrir hæfileika 8.35. Það er 9 fyrir Töll, 9 fyrir Brokk, 9 fyrir Vilji og Gell og 9 fyrir Fegurð Reið. Við skulum gefa Þórunni og honum Asa gott klapp. Og það er að sá Rúnar með Kjartansson, þeim þekkta kynbótahesti. Hann hefur hlotið í dómi 8.35 fyrir byggingu, meðal annars 9 fyrir bak og lönd, 9 fyrir fótagerð og 8.19 fyrir hæfileika. Hann er með 8.25 út. En báðir þessir hestar hafa sýnt það og sannað að þeir eru ekki bara kynbótahestar, heldur glæsir hér með efstu hestum í fjórgangi, bæði á Íslandsmóti og í meistaradeild. Og bróðir þeirra Auður þekktur keppnishestur líka, þannig að þarna er ekki bara verið að rækta hesta sem að henda á kynbótabrautina, heldur einnig fyrir keppni. Þetta er alvöru. Sáu þið brokkið og Jarpa á það? Það held ég. Nýting, glæsileikinn og passir. Já, það er sko lægja klappum þessu. Jakob er ekkert mikið hægt í tauma þarna. Enda slagtarnarkallar í vikið. Alveg, sjáu þið brokkið og Jarpa, sjáu þið þetta? Það var gott að fólk í Þórunn. Þórunn og Asi og Alur og Jakob. Já, og Alur verður í steinsólki fram með þetta. Sjáu þið brokkið og Jarpa. Þessi spinna. Já, það skeiðar gangi. Það er ég. Þeir koma af 9.5 fyrir skeið, 9 fyrir Vilja og Geðslag og 9 fyrir Fet. En
hann ekkert að sýna okkur þetta peð, það bara þarna. Já, og Friður hefur einnig notið dóm. Hann með 8 sketta fyrir byggingu og 8.35 fyrir hæfileika og hann hefur notið 9 fyrir skeið. Og ég hef aldrei skilið þessa setningu að skeiða eins og brennt svín. Ég veit ekki alveg hvað það lítur út, en ég har samt von á einhverju svoleiðis. Einhvern nú á brokkalína líka og salta síns mér. Þá var það bara að opna hjá okkur kallarnir. Sjáu þið brokkinu í hring. Flett sinnum.